Jæja, góðan daginn, kæru samlandar. Í dag ætla ég að kynna fyrir ykkur markþjálfun á netinu og svo getur þetta líka verið námskeið sem ég kem með í fyrirtæki og stofnanir. Ég heiti Guðbjörn Gunnarsson og ég er PCSC markþjálfi, búinn að vera markþjálfa í 12 ár og búinn að markþjálfa tæplega 1000 manns og allir sem hafa komið í tíma á mér hafa pantað annan tíma þannig að þetta er að virka. Og ég er búinn að sérhæfa mig í meðvirkni, fíkn, frestunaráráttu og samskiptum og það var góður maður sem sagði greindur nærri getur en reyndur veit betur og ég er búinn að fá að reyna þetta allt. Og það er stórkostlegt þegar lífið reynir eitthvað á mann og mann er að sigra það. Þegar við viljum fá að stækka hérna og ég segi eins og Matthilda vinkona mín, erfitt, það er vinur minn. Og Guðni Gunnarsson, sá mikli meistari, hann sagði ef þú ert ekki að valda því sem þú vilt, þá viltu þið ekki nógu mikið. Og til að vilja þig meira þarftu að skilja þig meira. Og Salómon konungur sagði í orðskviðunum að sá sem aflar sér skilnings vinnur sér mest gagn. Og þá spyrjum við okkur bara skilning hvað? Skilning hvernig þetta apparat virkar hérna. Albert Einstein hann talaði nýtt stig hugsunar sem lítur þannig út að það er eitthvað bilað hér og við erum alltaf að fara sama hringinn. Aftur á byrjunarreit, þannig að lausnirnar sem apparati sem kom með vandamálið er ekki að fara að leysa vandamálið. Þannig að við þurfum að fara út fyrir okkur sjálf. Og þá er rosalega gott að finna einhvern með reynslu í því. Og í tímunum þegar við erum í markþjálfuninni, þá er ég að glósa hjá mér að við tölum saman og við finnum út hvað skiptir þig mestu máli og hvert þú vilt fara. Og svo hittust við alltaf á 2 vikna fresti til að hlaða í byssurnar. Og breytingaferli þarf eftirfylgni. Og það er þrennt sem býður ekki eftir neinum, það er tíminn, dauðinn og tækifærin. Það er bara núna. There is no one day, someday, there is only now. Og ég hjálpa þér að lýsa inn í aðstæður og þegar við setja hlutin í rétt samhengi, tapa þér valdi sínu. Og það er ótrúlega margt, sérstaklega hjá ungu kynslóðinni, sem er einhvern veginn svo hlaðið út af við höfum ekki reynsluna. Og það var nú gott að hitta einhvern bara 15 sköllóðan kall sem að þekkir þetta svolítið. Og getur hjálpa mann að halda á þessu og einhvern veginn sett hlutin í samhengi. Og ef við tökum er einhver í þínu lífi sem þú leifir að ræna þig orku ár eftir ár og þú upplifir mjög vanmáttugan. Og þetta er bara saga okkar allra. Það er einhver mjög náinn okkur og það er einhver erfið samskipti og maður einhvern veginn bara getur ekki tjáð sig. Ertu búin að reyna að komast í betra form ár eftir ár og ekkert gengur? Ertu að lenda í sömu samskiptaörðugleikunum aftur og aftur? Ertu þreyttur þegar þú vaknar? Vantar þig tilgang? Og það sem við gerum, sem er mjög spennandi í tímanum að mér, að þá finnum við einhverja svona eftirvæntingu til að fara með út í daginn. Þannig að þetta er ekki bara svona, enn einn dagurinn og maður þarf að standa sig og vera fínn og kurteis og flottur. Og svo setjum við ný heilsumarkmið, eitthvað sem þið langar að geta gert en getur ekki gert. Og vörðum leiðina þangað, bara 1 skref í einu, 1 dag í einu. Og ég get kennt þér að æfa með teygjum heima, þú þarf bara 2-3 teygjur til að taka allan líkamann, mjög einfalt ef þú ert með einhverja fælni, félagsfælni, vilt bara vera heima, skellur græjunum á og þetta er ótrúlega einfalt og skemmtilegt. Svo get ég farið með í sjósund og ég hef fengið að æfa mig að sigrast á þessu öllu sem ég talaði þarna, meðvirkni og fíkn og frestunaráráttu og samskiptaörðugleikum og þá segi ég eftir greindur nærri getur en reyndur veit betur. Það sem ég hef get ég gefið þér og ég er umbreyting, góðan daginn, umbreyting. Og Jóhann Wolfgang sagði maðurinn getur þolað allt nema hversdagsleikann á fætur öðrum. Og ég geti bæði pantað tíma hjá mér sem við tökum inn á netinu, bara mjög kósí og svo geti líka komið inn í fyrirtæki og stofnanir þar sem við tökum þetta allt fyrir, hugarfarið, hreyfinguna, mataræðið, svakalega spennandi. Og ef þú vilt vita meira þetta, þá sendur mér post á gg@ggþjálfun.is og getur kíkt inn á heimasíðuna mína ggþjálfun.is
Og þetta voru hugleiðingar í boði ggþjálfun.is og ég, Guðbjörn Gunnarsson, PCC markþjálfi og einkaþjálfari og uppfinningamaður og lífskúnstner. Þannig að þetta er ótrúlega spennandi. Hlakka til að heyra frá ykkur. Respekt.